En þá ætlum ég að bjóða Þorstein velkominn og þú mátt byrja að setja upp kynninguna þína meðan ég kynni þig ef þú vilt, en hérna það er sem sagt Þorstein Hermannsson frá Betri Samgöngum, samgönguverkfræðingur og aðstoðarframkvæmdastjóri Betri Samgangna, og hann fer meðal hans fyrir hérna uppbyggingaverkefni í Keldnaholti, það sem er stórt skipulagssvæði sem er skipulagt í kringum uppbyggingu borgarlínu og gert ráð fyrir bílastæðahúsum á svæðinu. Okkur datt í huga að biðja hann aðeins að segja okkur frá því hérna svona tilurð þessara bílastæðahúsa og hvaða pælingar væru á bak við þær. Þannig að hérna, takk fyrir að vera með okkur Þorsteinn og gjöru svo vel. Takk fyrir, sömuleiðis. Gríðarlega spenntur fyrir verkefni sem vorum að fá kynninga á. Nú er ekki að virka hjá mér að deila skjánum, að sjá. Sjáið þið fullscreen? Það sést ekki fullscreen. Já. En núna? Já. Ok, takk. Ég har tveir skjáir hérna, ég var ekki alveg viss. Takk fyrir þetta tækifæri. Þetta er gott fundarefni og mjög áhugavert og bara, sem sagt, ég get ekki beðið eftir þessari 18 mánuði líði þannig til að vera konar niðurstöður í rannsóknarverkefnið hjá Reykjavíkurborg og VFSO. Það verður gríðarlega mikilvægt fyrir okkur öll sem erum að vinna í þessum bransa að vera með meira í höndunum þessi mál. Ég ætla bara aðeins að segja ykkur frá Keldnalandi og þeim hugmyndum sem eru þar í þessu samhengi. Keldnalandi er byggt upp í samvinnu Reykjavíkurborgar og Betri Samgangna og er hluti af samgöngusáttmálanum og allur ábati af þróun og sölu landsins mun renna til uppbyggingar samgangna, þar á meðal til borgarlínuverkefnisins og stofnvegaverkefni hjólastíga. Fórum í sameiginlega alþjóðlega samkeppni þróunaráætlun fyrir svæðið 2023 og vinningshafar þar eru FOIAB og verkfræðistofan Ramböll og tillagan þeirra gerir ráð fyrir byggð fyrir yfir 12.000 íbúa atvinnusvæði sem mun rúma 5 til 8 störf. Þetta eru tæplega 6.000 íbúðir sem gert ráð fyrir í tillögunni sem í raun og veru þær 60.000 íbúðir í Reykjavík í dag, þannig að þetta er 10% af núverandi stokki sem að myndi bætast við á þessu svæði, auk 150.000 fermetra atvinnuhúsnæði, þannig að þetta er mjög stórt á íslenskan mælikvarða. Við höfum verið að vinna áfram að þróun svæðisins með FOIAB-teyminu á grundvelli vinningstillögunar og það stemmt að því að fyrstu deiliskipulagsáætlanir verði staðfestar 26 og húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar gerir ráð fyrir að úthlutun byggingarhæfra lóða hefjist 2028 en aftur þetta er mjög stórt svæði og það er alveg ljóst að þetta mun taka tíma í uppbyggingu og skipulagningu og þetta er ekki að gerast 1, 2 og 3 frekar en flest annað í okkar bransa. Hér sjáum við raun og veru tímalínuna eins og hún lítur út í verklýsingu skipulagsgerðar og umhverfismati sem var kynnt í haust. Það er væntanlega núna í vor drög að tillögu fyrir rammahluta aðalskipulags ásamt umhverfismati. Svo gert ráð fyrir að tillaga fyrir rammahlutan verði samþykkt í auglýsingu í loka árs og auglýst og staðfest þá í upphafi næsta árs ásamt vonandi fyrstu deiliskipulagsáætlunum fyrir svæðið. Nú í tillögunni er rosalega mikil áhersla lögð á sjálfbærni og vistvænar samgöngur og þarna er lagt upp með í raun og veru 3-5 hafa byggð við 3 borgarlínustöðvar þar sem að borgarlínan er í raun og veru kjarninn í tillögunni og það er strax í upphafi lagt upp með það að 1/3 ferða verði farin á bíl í þessu hverfi, 1/3 með almennu samgöngum og 1/3 gangandi og hjólandi. Þannig að þetta er í raun og veru visjónið sem er sett strax af höfundu tillögunar sem er mjög metnaðarfullt miðað við það sem við þekkjum í Reykjavík. Þau leggja líka áherslu á í raun og veru mjög gott aðgengi að grænum svæðum að byggja frekar á minna fótspori. Landið í heild er einhverjir 116 hektarar en í raun og veru fótspor byggðarinnar sem er lagt upp með er innan við 70 hektarar. Þannig að það er mikið og skilið eftir, við getum orðað þannig, af grænum svæðum. Það er ekki verið að raska nema hluta af landinu til þess að koma þessari uppbyggingu fyrir eins og tillagan er. Þemað í tillögunni er mjög mikið í raun og veru, þéttleikinn og þjónustan og allt sé nálagt, að það sé í raun og veru mjög gott aðgengi að vistvænum samgöngum, mjög gott aðgengi að þjónustu, mjög gott aðgengi að náttúru til þess að geta í raun og veru búið til og að í raun og veru það er metnaður hjá þeim og okkur í að þetta verði hverfi sem geti orðið fyrirmynd af öðrum, að við séum
Kannski ég þori ekki að segja fyrsta hverfið sem alveg skipulagt frá grunni út frá borgarlínu, en þetta sé fyrsta að einhverju leyti, eitt af þeim fyrstu sem skipulagt frá grunni út frá borgarlínu og breyttum ferðavenjum og öðru. Við leggja mikla áherslu í tillögunni á bara að forgangsraða vistvænum samgöngumátum inn í allri tillögunni og allri byggðinni. Og við sjáum til dæmis að það lagt upp með mjög þétt net af göngu- og hjólastígum allt svæðið og í raun og veru að stór hluti af götunum verði vistgötur. Þar að segja það hægt að keyra upp að öllum húsum með vörur og sækja sorp og svo framvegis og skutla fólki, en að það sé ekki verið að keyra, það sé ekki bílastæðakjallarar undir hverjum húsum eða bílastæði við hvert einasta hús, að það verði bara 10–15% stæðana á yfirborði og í götunum, en 80–90% verði í mobility hubum eða samgönguhúsum eins og við höfum reynt að kalla það. Og þetta eru þá kannski ekki hefðbundin bílastæðahús eins og við þekkjum þau, heldur þetta meiri blanda af bílastæða, að leysa bílastæðaþarfir en líka að skaffa ákveðna þjónustu og svo framvegis, vera með verslun og jarðhæðu með annað. Við gerum ráð fyrir þarna í upprunalega tillögun að það verði 6 bílastæðahús sem vera með meiri hlutan af bílastæðum á svæðinu. Þau gætu orðið fleiri, gætu orðið færri, en þetta allavega uppleggið eins og þau lögðu það upp. Og hvað eru þau að meina? Það kannski, ég hérna með nokkrar myndir frá Anders sem sérfræðingur í svona samgönguhúsa pælingunum, og það eins og Herdís myndist á áðan. Þarna sjáu þið að í stað þess að byggja bílakjallara fyrir þessa byggð, þá raun og veru sett 1 bílastæðahús. Það í raun og veru 8 íbúðarhúsnæðisbyggingar og 1 sameiginlegt bílastæðahús, það sem að í raun og veru aðgengi að fólk getur geymt sína eigin bíla, en alls konar ökutæki líka, og í raun og veru þetta að hlaða bíla og svo framvegis. Og samnýtist þetta hús þá þið séu að það ekki verið að leggja í götu en í raun og veru þetta geymslan fyrir bílana í stað bílakjallara. Það líka mikil áhersla lögð hjá þeim í það að þetta ekki bara bílastæðahús. Þarna sjáu þið í raun og veru að þau vanalega að vinna með að hafa verslun og þjónustu á jarðhæð til þess að hún sé mjög aðgengileg fyrir öll sem búa í hverfinu og starfa, og svo líka í flestum tilfellum með öllum í raun og veru einhver bygging við hliðina sem eða samtengd bygging sem hýsir einhverja verslun eða þjónustu eða hótel eða íbúðir og svo framvegis. Sjáum hérna dæmi frá Malmö, þar sem verið að sýna hvernig í raun og veru þetta eru skrifstofur hjá IKEA í sólkvarterinn. Þarna í raun og veru bílastæðahús með verslun og jarðhæð, og skrifstofur IKEA þarna í endanum. Þannig að þarna verið að hugsa þetta svolítið öðruvísi heldur en þessi hefðbundnu bílastæðahús sem við þekkjum, og náttúrulega mjög mikið öðruvísi heldur en bílakjallarar. Og þið sjáu þarna áfram þetta sama húsið í raun og veru raunmynd af því. Hér dæmi annað hús sem að FOJAP hefur hannað í Malmö. Sjáið aftur þjónusta á jarðhæð, samtengdar byggingar, mikið af gróðri og alls konar hugmyndir hvernig hægt í raun og veru að gera þetta að í raun og veru fallegri byggingu heldur en mörg bílastæðahús hafa önnur verið. Hér dæmi hús sem þau hönnuðu bílastæðahús eða samgönguhús í Vesturás. Það sem þið sjáið að það búið að leggja mikið upp úr útlitinu, og þið sjáið þjónustu á jarðhæð. Það líkamsræktarstöð þarna á jarðhæðinni, og sýnist mér bakari líka við hliðina. Gott að hafa bakari við hliðina á líkamsræktarstöð, það skiptir máli. Það sem þau leggja líka mikið upp úr og hafa verið að ræða út í Svíþjóð, þetta getur kannski orðað þannig eins og Íris kom inn á upphafi. Þetta orðið svolítið normið í þeirra verkefnum og í verkefnum í Svíþjóð að skoða þessar lausnir sem í bílastæðamálum. Það sem farið að stíga skrefið ennþá lengra að horfa til þess hvað ef bílastæðaþörf minnkar í framtíðinni, getum við hannað þessar byggingar frá grunni þannig að þær endurnýtist. Getum við breytt þeim síðar í skrifstofuhúsnæði eða íbúðarhúsnæði eða annað, og þau eru aðeins farin að vinna lengra með það eins og þið sjáið á þessari konceptmynd. Ég held að síðan verið að finna hönnu núna á fyrsta húsinu sem hægt verður að breyta með þessum hætti, og það á að fara að byggja það á næstu árum. En
okkur tíðrætt bílastæði og við erum mikið að tala alltaf það er mikið talað bílastæðaskort og þetta er tölvugerð mynd ég teka fram, ég bað gervigreindina sýna svona sirka 1000 bílastæði í Reykjavík og hún kom með þessa mynd, ég veit ekki hvað þetta er nákvæmlega en það er alltaf gaman að tala við gervigreindina. Það eru 185.000 bílastæðir í Reykjavík og þar af eru í raun og veru 35.000 í bílageymslum. Þannig að við höfum langt mest verið bara með utandyra-stæði en við erum með tæplega 30.000 bílastæði í bílageymslum til einkanota og 6.000 í bílageymslum til almenningsnota. Þannig að það er eins og framkom áðan, við höfum verið að byggja meira bílageymslum upp á síðkastið heldur við gerðum áður. En enga síður, við erum ekki búin að taka skrefið til fulls, við erum með langstærstan hluta okkar ennþá utandyra. Og þá er gaman að velta fyrir sér fyrir hverfi eins og Keldnaland, ég talaði aftur við gervigreindina það, ég spurði bara, hvað þurfum við mörg bílastæði fyrir 5.800 íbúðir í hverfi eins og Keldnalandi. Gervigreindin er greind, hún svarar að það bara velti á mjög mörgum þáttum en segir í raun og veru þar sem að við erum með vistvænt skipulag sem er transit friendly og urban þá þurfum við 3.000 til 4.000 bílastæði fyrir þessa íbúa. Ef við værum í svona miðlungsbílaeign þyrftum við 6.000 til 7.000, ef við værum með mikla bílaeign þyrftum við 9.000 stæði fyrir þessar 6.000 íbúðir eða 1,5 stæði per íbúð. Þannig að ég hef gaman að gervigreind eins og kannski kemur fram þarna. En ég ætla kannski bara aðeins að þetta og velta þessu fyrir mér. Þetta eru spurningar ennþá, þetta eru líklegi kostir samnýttra bílahúsa umfram einkabílakjallara. Við erum búin að láta vinna frummat á þessu að það bendir flest til að byggingarkostnaður per stæði sé 15-20% minni í bílahúsi heldur en bílakjallara. Við vitum að við getum fengið betri fermetranýtingu, þess að færri fermetrar af byggingu per bílastæði. Það er minni efnisþörf, þú getur verið með léttari útveggi, þú getur verið með öðruvísi burðarkerfi og annað heldur en ef þú ert að fara að byggja íbúðarhús eða atvinnuhúsnæði ofan á. Þú hefur líka þennan sveigjanleika í efnisvali og getur þar með fara að velja kannski vistvænna efnisval og annað og án efa er þetta minni umhverfisáhrif þegar 50 ár eru talin og svo framvegis en aftur, þetta eru ennþá ég skrifa þarna líklegir að því að rannsóknarverkefnin er ekki lokið. Ég tel líka að það sé pottitt aukinn sveigjanleiki í hönnun húsana sem koma í hverfið og yfirborðið. Það þarf að segja að þú ert ekki bundin af bílakjallaranum undir húsinu. Þannig að bæði fótsporið af húsbyggingunum getur verið öðruvísi, þú hefur meiri sveigjanleika og aðlögun í því, en líka hæðaraðlögunin og það skiptir mjög miklu máli á Keldum að geta aðlagast þeim í raun og veru hæðarlínum sem þar eru að þurfa ekki að vera með í raun og veru svona pönnuköku bílakjallara undir öllu sem lyftir byggingunum öll upp á sama plan. Ég tel líka svona fyrirfram að það sé hægt að fara í auðveldari áfangaskiptingu á bílastæðauppbyggingu í stað þess að það sé verið að byggja kjallara undir hverju húsi fyrir sig, þá er raun og veru hægt að byggja bílastæðahúsin eftir því sem að þörfin krefur og það hlýtur að þýða að þessi minni fjármagnskostnaður fyrir heildina að geta frestað uppbyggingu einhverja bílastæðahúsa þannig til að nær dregur því að afhenda íbúðir. Ég hef líka grun að þetta muni stytta byggingatíma íbúða, við kvörtum mikið yfir því hvað gangi hægt að byggja. Ég hef trú á því að það sé hægt að byggja hraðar ef það þarf ekki að fara 1 eða 2 hæðir ofan í jörðina fyrst. Og svo þetta eins og Herdís benti á, byggingarkostnaður bílastæði sem þarf þá ekkert endilega að vera innifalinn í húsnæðisverðinu og það er miklu minni skuldbinding fyrir kaupandan eða húsbyggindan, hann er ekki að selja 10 milljón króna bílastæði með í hverri einustu íbúð og þetta þýðir hjá fyrir kaupandan það eru fjölbreyttari valkostir og þú getur í raun og veru eftir tímabilum æviðinnar eða bara tímabilum á árin og annað bara breytt því hvort þú ert með bílastæði á leigu, hvort þú ert með 1 eða 2 stæði á leigu og svo framvegis. Þegar þú hefur þetta frelsi til þess að velja til langrar framtíðar í stað þess að vera búin að fjárfesta í 1 eða 2 stæðum niður í kjallara hjá þér.
Líka, þetta er náttúrulega augljóst í mínum huga að samnýtingin er mun auðveldari í samnýtti bílastæðahúsi þar sem er aðgengi fyrir öll einhvern veginn og það er miklu auðveldara fyrir íbúa og gesti og atvinnustar sem að deila bílastæðum heldur en að byggja einkabílakjallara og hleðslustöðum. Það er mikið talað um að allir að kaupa sér hleðslustöð við sitt eigið stæði núna. Kannski þurfum við ekki öll að eiga hleðslustöð heldur. Það sem við sjáum líka mjög skýrt á tillögunum frá FOIAP er þetta er öðruvís og miklu líflegra göturými. Það er í raun og veru verið að hanna stóran hluta götunum sem vistgötur. Það er að segja að það sé ekki mikil bílaumferðar og mjög lítil raun og veru bílaumferð nema bara að og frá þessum bílahúsum. Við sjáum í greiningunum það þýðir það minni umferðarhávaði og það er án efa aukið umferðaröryggi líka í því. Það er þessi möguleikar á verslun og þjónustu innan hverfa og jarðhæðum samgönguhúsa. Það verður þá ekki skortur á bílastæði við verslunina, hún er í samgönguhúsi og er miðlæg og svo framvegis. Þannig að þú ert með stóran kunnahóp, bæði sem er að koma gangandi og hjólandi en líka á bíl og leggja og gengur svo heim til sín eftir að hann hefur farið í verslunina. Þetta er vissulega hvati til að ferðast með almennu samgöngum gangandi eða hjólandi að þurfa að ganga úr þínu íbúðarhúsi eða atvinnuhúsnæði smá spöl til þess að komast í bíliðinn, þá ertu komið með aukinn hvata til þess að nýta aðra ferðamáta sem verða mjög aðgengilegir í verkefni svo Keldnalandið. Það leiðir til aukinnar hreyfingar og bættrar lýðheilsu og mögulega hittur annað fólk. Þú hittir ekkert rosalega mikið af fólki nema í lyftunni á leiðinni niður í bílakjallara. Þú hittir ekki mikið af fólki inn í bílnuðinum, þannig að þetta getur leitt til þess að fólk hittist. Og svo aftur þetta að ef við höfum svo möguleika á því að breyta hlutverki húsana í skrefum ef að bílastæða þarf minnka síðar, þá hljótum við að vera að gera frekar gott mót. En svona til að taka þetta saman þá gerir tillaga að uppbyggingu nýs hverfis að Keldum og Keldnaholti með 3 borgarlínustöðum. Hún gerir ráð fyrir að byggð verði nokkur bílastæðahús á svæðinu eða samgönguhús sem að hvert og eitt samnýtist fjölda íbúða og atvinnuhúsnæðis á nálægum lóðum og komið að mestu í stað einkabílakjallara og einkabílastæða inn á lóðum. Og það er horft til þess að húsin getur hýst miðlæga þjónustu fyrir aðliggjandi svæða á jarðhæð og að það verði hægt að breyta þeim í atvinnu eða íbúðarhúsnæði ef að bílastæðaþörf minnkar í framtíðinni. Og ég held að sjálfur rétt sem Herdís segir, það verður erfiðar að breyta, það er vissulega hægt að setja borðtennisborð niður í bílakjallara ef þú þarft ekki lengur að nota hann, en það er auðveldar að breyta samgönguhúsi í breytta nýtingu. Og ég vil líka bara enda á að segja að við verðum þegar við erum að segja við ætlum að setja nýjan standard, við ætlum að vera kolefnishlutlaust borgarsamfélag, við ætlum að ná okkar markmiðum, við ætlum að bæta lýðheilsu, við ætlum að breyta ferðavinnum, þá verðum við að kanna þessa tillögu til hlítar. Við verðum að kanna þetta vandlega hvort kosti og galla þess að fara í samgönguhús frekar en bílakjallara og þá hvaða blöndu ef við ætlum að fara hálfa leið. Við verðum allavega að taka mjög meðvitað ákvörðun hvort við gerum þetta eða ekki. Og við endum á sumarmynd. Takk fyrir. Frábært, takk hérlega fyrir Þorsteinn. Það eru komnar 2 spurningar og ég hugsa að ég sé að við höfum ekki tíma fyrir fleiri en ég ætla bara að demba mér í að því að ég ætla að byrja á einni sem er alveg pottið bara gott fyrir þig að svara Þorsteinn. Það er þá hvað kostar svona hús, hver mun byggja þau, eiga þau og reka þau, er búið að reikna út hvað myndi kosta að leigja stæði í svona húsi og varla á að niðurgreiða. Er eitthvað svona stutt svar við? Þetta er góð spurning, sko. Mjög góð spurning. Ég kann ekki svara við þeim öllum, en við sjáum í raun og veru út eins og þetta virkar í Svíþjóð, í Malmö og víðar. Þar er einkafyrirtæki sem byggir í raun og veru þessi húsu upp og leigir svo stæði bara til viðkomandi íbúa í nágrenninu. Við teljum að þetta verði ódýrara, að það sé ódýrara að byggja bílastæðahús og að einkafyrirtæki byggja eitt bílastæðahús fyrir aðliggjandi byggð heldur en að hver og einn sé að byggja þetta undir sínu húsi. En ég kann ekki svara þessu öllu ennþá. Það kemur síðar.